Komið sæl, ég heiti Ingibjörg Hjaltadóttir og þetta fyrirlestur númer 6 þar sem fjallað ýmsa hluta, það H, I, J, K og L og farið yfir helstu atriði sem hafa svona vafist fyrir fólki. Og eins og áður þá best að hafa við hendina bæði eyðublaðið og leiðbeiningabókina og fyrst það hluti H, stjórn á þvægi og hægðum og þarna verið að meta 14 daga. Rannsóknir hafa sýnt að það stysta tímabil sem hægt að nota til að meta hægðarvenjur og ákveðið að hafa samræmi þarna milli á mat á þvagi og hægðum og þess vegna nota 14 daga tímabil til að meta hvoru tveggja. Skilgreining á stjórn á þvagi og hægðum að stjórn á þvaglátum og eða hægðarlosun lýsir venjum íbúans við að hafa stjórn á þvagi og hægðum með reglubundnum salernisferðum, þvag- og hægðarþjálfun og notkun hjálpargagna ef þau eru notuð. Þessi flokkur tekur ekki til getu íbúans til salernisferða en það vorum við búin að meta í hluta G. Og þarna sjáum við hvernig þetta lítur út í tölvunni, þarna neðst á glærunni og við erum að meta fólk á kvarða frá 0 til 4 og þegar við metum fólk 0, hefur fulla stjórn, þá erum við að meta það hvernig fólk þegar það fær aðstoð og það með hjálpartæki. Þannig að það full stjórn á þvagi og hægðum og þetta felur í sér fullri stjórn sem náð með því að íbúinn minntur á að fara á salerni, hann fái vísbendingar eða fái þjálfun í formi reglubundinna salernisferða og einnig við íbúa sem með inniliggjandi þvaglegg sem ekki lekur og húð íbúans blotnar ekki. Og þetta svolítið svona öfugt við það sem maður hugsar venjulega að viðkomandi hafi fulla stjórn á þvagi þegar hann með þvaglegg en þarna verið að meta að þarna hann ekki að missa þvag, hann ekki að missa og bleita buxur eða bleiu og þar af leiðandi hann merktur 0 með fulla stjórn. Og hérna sjáum við þetta í tölvunni, hvernig þetta þar og í bókinni eru viðbótar skýringar. Eins og alltaf þá meiri skýringar inn í leiðbeiningabókinni og þar eru meðal annars sérstakar athugasemdir frá embætti landlæknis og þær segja ef húð íbúans verður blaut af þvagi eða ef buxur eða bleia blotnar skal skrá það sem lausheldni, samkvæmt konu hér ofan, jafnvel þótt smá leka sé að ræða, þannig að það atriðið viðkomandi að bleita sig. Og síðan atriði H2D hægðastíflu sem hefur svolítið vafist fyrir fólki og þar kemur fram sérstök athugasemd. Munurinn á hægðatregðu annars vegar og hægðastíflu hins vegar felst í því hversu erfiðlega íbúanum gengur að hafa hægðir. Íbúar með hægðastíflu hafa oftast önnur einkenni meðfram, svo sem hita, magakrampa, uppþemdan kvið, flökuleika, uppköst og vatnstunna niðurgang, sem framhjáhlaup. Þannig að í þeim tilfellum sem við erum að tala hægðastíflu, þá viðkomandi bara fullur af hægðum og hugsanlega hægt að þreifa það. Hluti I sjúkdómsgreiningar. Tilgangurinn með þessum hluta að skrá hvaða sjúkdóma íbúinn með sem tengjast núverandi ADL-færni, vitrænni getu, hugarfari eða hegðun, læknisfræðilegri meðferð, eftirliti á vegum hjúkrunar eða hættu á andláti. Og við erum að meta virkar sjúkdómsgreiningar sem hafa áhrif á núverandi ástand. Þannig að við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því að skrá niður að viðkomandi hafi verið skorin upp í botnlangabólgu fyrir 60 árum síðan. Það þarf ekki að skrá það. Það hefur ekki áhrif á hans færni og heilsu í dag. Þarna eru merktar sýkingar og þar eru þvagfærasýkingar undir. Hluti J, þvagfærasýking síðastliðin 30 daga og þarna svolítið vafi hvenær á að skrá sýkingu og hvenær ekki og þess vegna gefin hana upp 2 dæmi í sérstökum athugasemdum frá embætti landlæknis. Þar verið að fjalla Jóhannu. Hún fær þvagfærasýkingar, blöðrubólgu með reglulegu millibili og stundum slæma verkjum þess vegna. Undanfarnar vikur hefur hún verið á lyfjum vegna sýkingarinnar en þau hafa ekki slegið óþægindin. Þannig að þá merkt við I2J þvagfærasýking. Hins vegar í öðru tilfelli, það Sigrún, hefur verið með króníska þvagfærasýkingu í marga mánuði og á fastri lyfjameðferð vegna þessa. Lyfin virka vel og hún hefur engin óþægindi eða einkenni sýkingar og vegna þess að íbúin einkennalaust þá skal ekki merkja við I2J eða þvagfærasýkingu þannig að
Þarna bara vel kontrolleruð krónísk þvagsýking á ferð, það meðferð í gangi, einstaklingurinn hann hefur ekki einkenni eða óþægindi og þar af leiðandi merkjum við ekki við þvagfærasýkingu. Nú hluti J, heilsufarsvandi, þetta hluti þar sem við skráum sérstök vandamál eða einkenni sem hafa áhrif eða gætu haft áhrif á heilsufar íbúans eða færni og líka til að greina áhættuþætti færnitaps, slysa og sjúkdóma. Nú J2, þar verkir, það verið að skrá verki og það koma fram sérstakar athugasemdir. Þannig að ef að íbúinn tekur verkjalyf við verkjum og laus við verki þess vegna, þá skal skrá kóða 0, engir verkir. Þannig ef að viðkomandi í grunninn með verki en hann vel verkjastilltur og finnur ekki fyrir verkjunum að því hann alltaf á réttum skammti af verkjalyfjum, þá við ekki að merkja hann sem verki. Þannig að ef það verkjalyf sem leiðir til þess að það engir verkir, þá merkjum við 0, engir verkir. Og þarna mynd líka að verkjastikunni og það gengur alveg ótrúlega vel að nota svona stiku fyrir jafnvel aldraða og gott að nota það til viðmiðunar. Nú J4A til B atriði þar sem verið að skrá byltur og það svona skipta skoðun á því hvað á að teljast vera bylta og þarna sérstök athugasemd frá embætti landlæknis það að bylta skilgreind sem atburður þar sem einstaklingur fellur óviljandi niður á gólf, jörð eða annan lágan flöt. Og það skal tekið fram að þetta felur jafnframt í sér að ef einstaklingur lekur niður eða sígur, þá skal skrá það sem byltu og það bylt ef einstaklingur lendir óviljandi niður á gólfi en ekki ef hann lætur sig detta viljandi eða gripinn til að forða falli. Og þarna vísar embætti landlæknis í sérstakar klínískar leiðbeiningar frá Landspítala til að fyrirbyggja byltur. Og þessar leiðbeiningar hægt að finna á þessari slóð sem gefin þarna upp og mikilvægt að skrá byltur. Nú hluti K, munn- og næringarástand. Það þarf að fylgjast með stöðuleika líkamsþyngdar yfir lengri tíma, enda það oft merki hrumleika og fleiri vandamál ef fólk að missa þyngd. Og það hluti K og þarna verið að tala þyngdatap sem 5% eða 10% og það getur verið þörf á því að reikna það út. Maður ekki endilega viss á því hvað þýðir 5 kíló fyrir mannesku sem 1,60 á hæð, það 5% eða það 10%. Þannig að í leiðbeiningabókinni og sérstökum athugasemdum frá embætti landlæknis gefin upp dæmi það hvernig maður reiknar þetta út. Og þið sjáu þetta þarna og ég ætla nú ekki að fara neitt sérstaklega yfir þetta, en þetta mjög þægilegt að ef þið í vafa það, hvernig á að reikna þetta út, þá þarna gefin dæmi. Og þetta í leiðbeiningabókinni. Nú hluti L munn- og tannheilsu. Þar hefur 2 nýjum liðum verið bætt inn í kafla L munn- og tannheilsu, enda eru mjög mikla framfarir í tannlækningum og umönnun íbúa á hjúkrunarheimilum orðið flóknari við það og mikilvægt að skrá munn- og tannheilsu. Nú annað af þessum atriðum sem var bætt við. Þarna 2, þá það fjöldi eigin tanna í munni og það þá bara atriði að telja bara tennurnar eða tannbrotin sem í efri gómi og telja það sem í neðri gómi og þarna þarf maður bara að líta upp í einstaklingin og telja. En við erum auðvitað með fólk sem ekki opnar munnin fyrir okkur, fólk sem með heilabilun og getur ekki sýnt okkur samvinnu og þá þarna liður C, ekki hægt að telja fjölda tanna í munni, þannig ef það bara ekki hægt. En þá líka líklegt að það þurfi að beina viðkomandi til tannlæknis vegna þess að það getur líka verið erfitt að veita munnhirðu. Nú síðan liður L3, munnheilsa og tennur og það eru líka tilgreind atriði sem á að merkja við, eins og íbúinn gefur til kynna hann sé með munnþurrk, íbúinn með bólgu eða blæðingu frá tannholdi umhverfis tennur eða tannbrot og svo framvegis. Og í eyðublaðinu sem við erum með, þá eru þessi 2 atriði á sérstöku blaði inn í þessu eyðublaði. Nú hluti O eða lyfjanotkun, tilgangurinn að ákvarða alla lyfjanotkun íbúans, þar sem lyfseðilsskyld lyf og lyf sem ekki eru lyfseðilsskyld síðastliðna 7 daga
og við að telja fjölda ólíkra lyfja án tillits til lyfjaforms. Þannig ef að viðkomandi að nota sama lyfið í 2 mismunandi formi þá það talið bara sem einn. Við að telja öll lyf sem tekin eru reglulega eftir þörfum eða í eitt skipti. Hér einnig átti útvortis lyf, sem þessi sterakrem, smyrsl og eða krem sem notuð eru við umönnun sára, augndropar og við að merkja vítamín og lýsi og slíkt og stíla. Og við að merkja vítamín og bætiefni og þegar við berum okkur saman okkar tölur við aðra sem nota sama mælitæki þá eru þeir líka að telja vítamín og bætiefni. Nú við þurfum að athuga krem og smyrsl sem eru borin á húðina í þeim tilgangi að vernda húðina og viðhalda raka. Þau eru ekki með innihaldsefni sem lyf, þá ekki að telja þau með hér. Þannig að rakakrem ekki talið en sterakrem með virku innihaldsefni sem við myndum þá telja sem lyf. Ef íbúinn fast á lyfi til dæmis einu sinni í mánuði, eins og langverkandi geðlyfi, krabbameinslyfi, B12-vítamínum og það áætlað að lyfjagjöf verði haldið áfram, þá á maður að skrá það með þótt lyfjagjöfin sé ekki á matstímabilinu, þó að það lendi ekki akkúrat á tímabilinu að viðkomandi fá B12 sprautu. Og þá þetta komið. Takk fyrir.